Sauðamjólk var aldir nýtt til manneldis hér á landi og unni úr henni skyr, smjör og ostar. Þekking á þessu íslenska handverki hefur þó hægt og rólega verið að hverfa með árunum og við hættum að mjólka ær þar sem markaðurinn fyrir lambakjöt var hagstæðari. Anne-Marie í Fljótsdal hefur nú tekið málin í sínar hendur og unnið að því undanfarið að endurvekja handverkið og með því viðhalda þessum mikilvæga menningararfi okkar Íslendinga. Það var í rauninni þannig, ég fór í þetta að framleiða úr sauðamjólk af því ég kom frá Þýskalandi til Íslands og upplifaði þannig að það eru mjög margir kindur hér á Íslandi en samt engin sauðaostur til. Ég var svo vön að fá sauðaostur í öllum löndum í Evrópu, mér finnst það mjög góður og það passaði ekki saman hjá mér, það fannst mér skrítinn. Og svo heyrði ég líka yfir tíman að það mjög erfitt hér á Íslandi núna í sauðfjárrækt, að það erfitt að fá tekjur, en verð bara svo lágt. Og þá fór ég bara að hugsa, það ekki tækifæri hér til að fara í svona verkefni og prófa að gera sauðaostur í fyrsta lagi. Anne-Marie framleiði vörurnar undir nafninu Sauðagull, en það var einmitt það sem bændur kölluðu peningin sem þeir fengu fyrir sauðfé sem þeir seldu til Bretlands. Það hefur verið hefð á Íslandi að mjólka ær og það hefur verið hefð til fyrir svona 100 ár cirka. Það var það mjög algengt og það var líka sagt að sauðfjárbændur sem voru að mjólka ær voru í rauninni þau ríkasta sauðfjárbændur af því þau voru með besta næring. En þá hefur þessa hefð bara alveg gleymst. Með framtaki sínu að framleiða matvörur úr sauðamjólk vill Anne-Marie styðja við íslenska sauðfjárrækt og hvetja aðra til að nýta mjólkina sem þykir holl, bragðgóð og næringarík. Það eru nokkra atriði sem gera sauðamjólk mjög sérstakt. Hún eitt af þeim næringaríkastum mjólkurtegunum heimsins. Hún hefur í rauninu svona næst tvöfaldan upphæð af feiti og prótín en kúamjólk. Hún líka svona aðeins tengd við því að lækka kolesteról. Hún hefur mikið af vítamínum og steinefnum, stundum meira en kúamjólk, það fer bara eftir vítamín. Og svo líka það að fólk sem þolir ekki kúamjólk getur oftast án mál borða sauðamjólkurvörur. Anne-Marie með meistaragráðu í menningarlegri mannfræði frá Johannes Gutenberg háskólanum í Mainz og hefur mikinn áhuga á sjálfbærni og matargerð. Ég kom til Íslands frá Þýskalandi og var að búa þar í stórum borg alla mitt líf og kom svo hingað í þetta sveit hér í Fljótsdalur, í rauninni bara á síðustu bæ, þar sem ég til hér. Og það var náttúrulega svolítið stórt breyting. Ef maður hefur spurt mig áður en að ég kom hingað hvort ég myndi vilja búa í svona sveit, þá hefði ég örugglega sagt nei, takk. En þá kom ég hingað og upplifaði þetta náttúrunni hér og bara jákvætt fólk og fallegt tungumál og allt og þá fór það bara allt að breyta hjá mér. Þannig að ég ákvað bara að þetta frábært staður til að vera og bara ennþá mjög ánægð með þessa ákveðin að vera hér og get ekki ímyndað mér að fara aftur að búa í borg. Til að kynna okkur frekar þessa þekkingu sem hefur verið að glatast með árunum, förum við með Anne-Marie og fylgjumst með henni við mjaltir á sauðfé. Fyrst þarf að byrja á að þrífa spenann með sérstakri sápu. Hvert kind á bara 2 spenur. Það náttúrulega munur á kúum og kindum. Og þar sem þau eru ekki rækt í mjaltir á Íslandi, þá líka mjög misjafnt hvernig spenan eru. Og maður verður svona aðeins að finna leið til að mjólka þær svo að þau eru með mjög litla spena eða spenan bara svona og svona, það bara mjög misjafnt. Því næst þarf að athuga hvort ekki sé allt með feldu. Ég núna að taka sýni, bara til að sjá hvort mjólkin allt í lagi, hvort það eitthvað að. Þetta bara svona að renna hér í gegn. Og ef það væri eitthvað að, til dæmis júgurbólga eða svoleiðis, þá væri það ekki að renna eins einfaldlega í gegn hér. Og þá ekkert af vanbúnaði að hefja mjaltirnar. Nú ætla ég að kveikja vélinn. Hann fyrir 2 kindur í einu. Og ég kveikja hann bara hér. Það sé að það búin að stoppa hér. Ég tek þetta af núna. Það í vor sýnist svona 300 millilitra á eina mjáltartíminn. Við erum sem sagt að mjólka einu sinni á daginn. En núna í haust það svolítið erfitt að segja, við erum ekki búin að reikna meðaltalið út.
það er náttúrulega minna. En það eru einstaka sem eru með meira eða, já, kannski líka þessa magn. Það er líka það sem ég er svona sjálfur pínu að stríða með. Þegar maður vil hafa meira mjólk í framtíðinni, þá myndi það náttúrulega þýða eða mjólka fleiri eða mjólka allan sumar til í haust. En mér persónulega finnst það mjög skemmtilegt að þau geta farið út á fjall eins og það er og maður mjólka þeim bara í vor og svo aftur í haust. Því mér finnst það, já, alveg skemmtilegt að þau eru svona frjáls. Þannig að ég er svona pínu að hugsa hvernig það verður í framtíðinni. Ann-Marie fær flestar hugmyndir af sínum vörum á ferðalögum og heimsækir sauðfjárbú í öðrum löndum þegar hún getur til þess að fá innblástur. Móttakan hingað til fyrir vörunar hefur bara verið mjög jákvætt. Fólk er mjög hrifin af ostinum af því hann er aðeins sterkari í bragð en kúaostur og konfekt hefur alveg sláð í gegn í fyrra. Það er náttúrulega svona árstímabundin vörur en það var allt uppselt til dæmis í fyrra á barrimarkaðurinn þannig að ég get ekki kvartað yfir því. Við fylgjum því næst Ann-Marie inn í framleiðslu eldhúsið til að sjá betur hvernig sauðagullið verður til. Þetta er þá allt handavinna. Ég er að skera hann niður og er venjulega að framleiða svona úr 25 lítra af mjólk í einum skamt. Og frá því fæ ég svona tæplega 5-6 kíló af ost sem er líka miklu meira en maður myndi fá úr kúamjólk. Af því að sauðamjólk á miklu meira efni, þurrefni, feiti og prótín og þess vegna fæ maður miklu meira úr lítra af mjólk en úr kúamjólk. Ég nefna þennan ostur kubbur sem er líka hrúturnafn og af því ég má ekki kalla hann fetaostur eins og maður hefur kannski séð í fréttum. Þannig að þetta er bara nafnið sem við notum. Svo núna er ég að setja krydd í krukkur. Ostin verður lagt í kryddolja, þá tekur hann aðeins bragð af þessum krydd. Verður enn betri. Og þá fer hann í olja og með því geymist hann líka bara allavega 3 mánaða. Svo þarf að hrista krukkuna svo að oljan fer bara út allt. Annars gæti það verið að það myndi gerast eitthvað með ostinn en svo er hann bara geymt í nokkra mánaða. Já, hér er sannarlega margt girnilegt á boðstólnum, allt frá osti yfir í konfekt og sjálfsögðu allt úr sauðamjólk. Og þetta karamell er gert úr sauðamesa sem ég fæ frá því að gera ostur. Og í gær gerði ég móla með rautt súkkulaði. Hún er náttúrulega rautt, það er engin litarefni í hana. Þetta er bara ný tegund sem var fundin. Svo fer ég að setja konfekt í kassan. Og við erum fyrir jól með svona sérstaka útgáfur að gjafakössum. Þetta eru lerkiöskjur sem eru framleitt úr lerki sem fæst í Víðivallaskógi, sem er eitt af þeim elstum skóginum hér í Fljótsdal. Og Hörður Már smíður sem býr hann er að framleiða þessi kassar, þessi öskjur og það fara 12 mólar í þetta sem ég ætla bara að setja í núna. Það fer hvert móla í svona pappír, svona mót og þessi öskjur eru til að minna á gamaldags pennastokka. Þannig að það er hægt, það er engin blöndun á þessum öskjum. Það er hægt að nota þeim á eftir sem pennastokka eða fyrir prjónanálar eða hvað sem er. Og þannig að það nýtist áfram.